Færst hefur í aukana að skrifa sér skilaboð á salerni skólans. Þetta segir umsjónarmaður Odda, en greinilegt að skoðanaglaðir nemendur nýta sér þennan vettvang til að koma skilaboðum á framfæri. Algengast að nemendur króta niður skoðanir sínar á ýmsum málefnum heimsins, jafnframt eru sígildu veggjakrotsmyndirnar einnig áberandi. Veggjakrót ekki jafn algengt í öllum byggingum skólans, en sumar þeirra fá meira af því en aðrar. Ég sjá ekki mikið utan en innan í húsnæði, bara í klosettinum og það var bara, sérstaklega í Háskólatorg. Hér á salerninu á Háskólatorgi aðstæðan ekki einungis nýtt til að gera þarfir sínar, en hér komið mikilvægum skilaboðum á framfæri. Meðal annars sett að sniðganga matvöruverslanir, en einnig miskurteis skilaboð til Bandaríkjaforseta og ríkasta manns heims. Þó svo að veggjakrótunum finnist þetta vera áhrifarík leið til að koma skoðunum sínum á framfæri, fylgir því mikil vinna að fjarlægja veggjakrót af salernum skólans. Slíkt ferli ekki bara tímafrekt, heldur líka kostnaðarsamt. Við getum ekki þakka þessi af, þá við erum að ringja þjónustu og það bara kostar mikið fyrir háskóla að fá svona fyrirtæki til að drífa allt.